Góðir gestir, yfirskrift erindis míns var í rauninni rétt upp í hendurnar á mér og eins og vant er þegar slíkt gerist, þá þurfti ég að setjast niður og reyna að leggja út af titli, semja erindið inn í titilinn, áður en inntak erindisins væri að nokkru leyti að farið að formast. En í þessu tilfelli þá var það blessun. Þannig að titillinn vísar til ferðamannastaða annars vegar og áfangastaða hins vegar. Og hvað eru ferðamannastaðir? Hvað eru áfangastaðir? Og hvernig passa þá þessi náttúruverndarstaðir sem okkur svo annt inn í þetta allt saman? Erum við að tala einhvers konar afmörkun, einhvers konar andstæður, eða þurfum við að tileinka okkur það landamæraleysi hugans sem Hrund vísaði til í ávarpi sínu í gær, þegar við reynum að skapa okkur sýn á það í hvaða umhverfi við hrærumst. Snorri Hjartarson orti þetta uppáhaldsljóð mitt þegar hann var kominn undir lok síns ferðalags og auðvitað vísar ljóði til þeirra myndar af lífinu að það sé ferðalag. Sú myndlíking enda klassísk, hann að hafa mörg skáld ort og ekkert nema gott það að segja, en ef við heimfærum hana upp á viðfangsefni okkar hér, þá kvikna ýmsar hugsanir. Á langri göngu. Vegferð okkar löng, vonandi, og því betur hún hvorki tilbreytingarlaus né án uppákoma. Á ferðum okkar okkur tamt að stefna því að komast á áfangastað. Í gær var haft á orði í málstofunni sem ég sat að við þyrftum að líta á leiðina sjálfa sem áfangastað. Ekki óþekkt hugsun, en hugsun sem okkur kannski ekki nógu mikið töm. Því að við erum alltaf að flýta okkur. Gangan löng og í stað þess að staldra við, nýta okkur þau tækifæri til upplifuna sem ferðin býður upp á, þá festum við ekki hugan við það sem fyrir augum ber. Þeysum áfram veginn í endalausu stressi til að ljúka ferðinni. Undarlegt. Og það á þessum vettvangi sem ferðaþjónustaðilar og hönnuðir geta og eiga að taka höndum saman til að tryggja að við förumst ekki á mis við þá upplifun sem smá og stór fyrirbrigði í tilvistarflórunni geta veitt okkur. Ferðamannastaðir og áfangastaðir. Við viljum skilgreina og setja í hólf. Samkvæmt þeirri hugsun eru ferðamannastaðir staðir fyrir ferðamenn og áfangastaðir staðir fyrir áfanga. Og raunar hugtakið áfangastaður forvitnilegt í sjálfu sér. Því ef við slítum það í sundur, þá áfangi nefnilega ekki endilega endastöð. Við náum áfanga í því skyni að geta haldið áfram, undir þeim formerkjum að við áfangan höfum við öðlast eitthvað frekara veganesti í áframhaldandi ferðalag. Við getum hugsað ferðamannastaði með nákvæmlega sama hætti, að ferðamaðurinn taki með sér veganesti frá sínum áfangastað, nesti sem gefur honum kraft til þess að halda áfram leið sinni, bæði bókstaflega og í hinni klassísku yfirfærðu merkingu. Á sama tíma hljótum við að hugsa okkur að allir ferðamannastaðir séu verndaðir fyrir ágangi og ofnýtingu, að hvort heldur ræðir náttúrulega staði fjarri mannabyggðum eða staði þar sem mannlífið ræður ríkjum, þá tryggjum við að síðari tímaferðamenn geti náð sama áfanga, geti átt sína eigin upplifun og sett í lífsreynslu sarpinn sinn. Sömu staðir, sama lífsreynsla getur haft ólíka merkingu hjá fólki. Upplifunin getur verið mismunandi, eins og Sigurður lýsti í erindi sínu í gær. Stundum hún vandlega sviðsett, en stundum hún óvænt, sterk hughrif á annars kyrrlátum stað, óvænt ævintýri, óvænt hvíld og stundum tækifæri til að rækta sál og anda, til að verða og þroskast sem manneskja. Eða kannski bara til að finna stuðið hið innra í tómri óhamdri gleði og við getum kannski í anda umræðuna hér kalla það að keksa sig upp. Í ferðalögum okkar viljum við öðlast minningar sem sitja eftir og þegar allra best tekst til þá geta þær haft áhrif á lífsýn okkar til framtíðar. Ég hef alltaf viljað að íslensk ferðaþjónusta stefndi að því að skapa upplifanir á smáum og stórum skala, stefndi að því að áfangastaðurinn Ísland gæti orðið áfangastaður í hinni yfirfærðu merkingu, varða í lífi manna fyrir þá ferðamenn sem við þjónum. Við erum öll ferðamenn. Við höfum áhrif á umhverfi okkar,
rétt eins og það hefur áhrif á okkur. Og alveg eins og við viljum að við séum boðin velkomin í lífinu, viljum að vel sé tekið á móti okkur sem gestum, viljum að lífið fari okkur mjúkum höndum og veiti okkur gleði, þá viljum við að þeir áfangastaðir sem við bjóðum okkar gestum upp á, haldi utanum þá og hlúi að þörfum þeirra. Og þar kemur til kasta gæðana og þess að við uppfyllum eftir megni þær væntingar sem gerðar eru til okkar. Til þess að svo megi verður ferðaþjónustan að byggja á sterkri og ófrávíkjanlegri sýn á það hvað hún og hvaða skilaboðum hún vill koma á framfæri, gegnum þá þjónustu sem hún veitir og þær upplifanir sem hún býður upp á. Á langri göngu grýtt urinn hrjóstur. Stundum fer lífið ekki mjúkum höndum okkur. Á leið okkar þurfum við að klöngrast yfir grýtt urinn hrjóstur sem leið okkur út fyrir þægindamörkin og neyð okkur til að eflast eða koðna niður. Og það vill enginn. Flest okkar bítum á jaxlinn, bölvum í hljóði og djöflumst í gegnum þetta og því betur vegna þess að án þess að þurfa að stæla okkur á hversu egggrjóti mótlætisins öðru hverju, þá myndum við líklega að koðna niður í værukerð og leiðindum. Íslensk ferðaþjónusta nýtur þess að náttúran gefur okkur tækifæri til að upplifa hrjóstrinn bókstaflega, takast á við hinn ytri öfl eins og við reyndum pínlítið í óvissuferðinni í gær og geta kannski gegnum það unnið úr hinum innri átökum sem sviptivinda lífsins leið af sér. Hvíldin getur líka verið fólkin í erfiðinu. Slíka upplifun geta ferðaþjónar hjálpað til við að móta og slíkt krefst þess að atvinnugreinin nýti sér sköpunarkraftin með margvíslegum hætti til að tryggja þá einstaklingsbundnu upplifun sem hrjóstrinn okkar eiga að vera upphaf að. Á langri göngu grýtt urinn hrjóstur. Lindar niður, græn tó. Niðurlag ljóðs Snorra hefur auðvitað verið túlkað sem leiðarlokin stóru, hinn langa hvíld sem býður okkar allra að lokum. En hinn græna tó getur líka verið áfangastaður. Áfangastaður í þeirri merkingu að áfanga sé að ræða á leið okkar, tækifæri til að varpa sér flötum, teiga lindarvatnið og melta það sem borið hefur fyrir skilningavitin og vegferðinni. Og þar býður landið okkar upp á svo margt. Rýmið sem hvarvetna víðernin og litirnir, vitnisburðurinn sköpunarkraft náttúrunnar sem hvarvetna blasir við. Nú eru til dæmis víða uppi hugmyndir að setja upp jarðminjagarða hér á landi, hvað lengst komnar á Suðurlandi. Þar fyrirhugað að bera þennan sköpunarkraft á torg til að ferðamenn geti lært af þeirri náttúru sem við hrærimst í á Íslandi. Þetta eru frábær verkefni sem ég afar áhugasöm en við kannski gauka því að fólkinu sem fyrir þeim stendur að gleyma því ekki hversu mikilvægur hvati, aftur að mínu mati, þessi sýnilegi sköpunarkraftur fyrir þann sköpunarkraft sem burt sér frá öllum klisjum íslenski listamenn búa yfir. Menningin okkar, sem auðvitað sprottin úr því umhverfi sem okkur næst, hefur verið frjór jarðvegur skapandi hugsunar á fjölmörgum sviðum listgreina. Og þar held ég að skipti ekki síst máli, hvernig allir þessir fjölmörgu óvæntu staðir á Íslandi umlykja mann með kyrrsinni og svo staðreynd að við getum verið alein í heiminum, í miðjum óróanum, liggjandi í mosabala við hliðina á hjalandi læk, fundir ró í hug okkar sem hjálpar okkur að leysa úr læðingi þær hugsanir sem ger okkur að þroskaðri veru. Áfangastaður og ferðamannastaður. Við hér á Íslandi eigum alla burði, öll tólin til að geta boðið okkar gestum upp á ógleymanlegar upplifanir fyrir líkam og sál. Það eru allir staðir á Íslandi ferðamannastaðir. Við erum öll á leiðinni og ferðalag á Íslandi getur orðið merkileg varða á lífslið þeirra sem sækja okkur heim og að því eigum við að stefna. Takk.